og næst förum við út í Vestmannaeyjar. Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri í Eyjum, komdu sæl. Íris, það hefur ekkert smit greinst hjá ykkur í nokkra daga, rúma viku eða hvað? Nei, það er rétt. Það hefur ekkert smitt greinst í rúma viku og ekki nema 2 smitt síðan 7. apríl. Þannig að við erum að vonast til þess að við séum komin yfir það langarverðast í þessu. En þetta ansi mikill fjöldi, þetta rúmlega 100 manns í bænum sem sagt greindust með veiruna. Já, að 105 vorum 105 smitt hérna. Núna erum við með 2 virk smitt, þannig að kúfurinn af þessu kom fyrstu 2 vikurnar og það voru gríðarlega erfiðir dagar, voru að koma upp í 16 smitt á sólarhring, sem er náttúrulega mjög mikið. Þannig að þetta var mjög erfitt á tímabili. En hvernig ég sýnist þér þegar þú horfir tilbaka að innviðirnir hafi fungerað í raun og veru? Voruð þið snögg að bregðast við þessu öllu saman? Já, við vorum náttúrulega að byrja að funda í janúar, bara í takt við aðra og svo er almannavarnanefndin í rauninni neyðarstjórninni virkjuð hérna svo þegar fyrsta smiti kemur og þá aðgerðastjórn búið að vera starfandi síðan og við brugðumst vel við en bara númer 1, 2 og 3 þá tók bara fólkið þessu alveg ótrúlega vel. Við fórum í mjög hertar aðgerðir sem auðvitað tekur mikið á fólk. Við lokuðum grunnskólanum, fórum í fjarkennslu og það bara opáslega margt sem að voru yfir 700 manns í sóttkví. Þetta tekur á. Við erum búin að alltaf sé ekki búið að snerta líf nánast allra hérna. Bara auðvitað við höfum þurft líka að loka leikskóla út af smiti en við höfum verið ofboðslega heppin með það að við höfum ekki fengið inn á heilbrigðisstofnunina og ekki inn á hjúkrunarheimilið okkar smitt. En hvað með atvinnulífið núna, það ennþá svolítið hæga gangur í því eða hvað? Það náttúrulega ýmislegt að gerast hjá okkur eftir næstu helgi eins og hjá öllum en þeir hafa getað, stærstu aðilarnir í sjávarútvegi, hafa getað haldið sér bara þokkalega vel gangandi. Þetta hefur auðvitað áhrif. Þeir hafa verið heppnir með smitt og annað. En sóttkvíin hefur náttúrulega haft áhrif á allt samfélagi hérna og þetta var auðvitað bara svolítið eins og það væri Eurovision öll kvöld hérna í nokkrar vikur sko. Það var alveg tómur bær og fólk fór lítið. Fólk bara virti þessar reglur sem voru auðvitað settar í okkar þágu. Í gegnum tíðina, Íris, að bæjarráð Vestmannaeyja sendir reglulega frá sér tilkynningar og að minna á mikilvægi heilbrigðisstofnunarinnar hjá ykkur. Þetta ástand sýnir og sannar mikilvægi heilbrigðisstofnunar. Þetta sýnir bara og sannar alveg hárrétt hjá þér að við erum bara gríðarlega vel sett með að hafa þetta flotta fagfólk og hafa heilbrigðisstofnunina hér í Eyjum. En við erum einhvern veginn alltaf þurfa að vera í varnarbaráttu með það og ef að þetta sýnir ekki fram á mikilvægi þess að hér í Vestmannaeyjum skuli vera svona öflug heilbrigðisstofnun og bara öflugir læknar og öflugt starfsfólk. Gríðarlega skiptir bara öllu máli í þessari baráttu. Og þetta bara ég held að þetta minni okkur öll á að það skiptir máli að byggja upp land allt, ekki bara á 1 eða 2 stöðum og innviðin bara alveg svo þegar vondaveðri kom í desember, þá voru ákveðin fókus á ákveðin innvið, núna fókusin á sjúkrahúsin vítt og breytt landið og heilbrigðisstofnanirnar og sem bara við verðum að geta leyst ákveðin mál heim í héraði, það bara gríðarlega mikilvægt. Í dag enginn að tala að skera niður? Nei, það víst með öðru nær. Það verið að rífast hvernig útdeila því sem verið að bæta í. En sveitarfélagið sjálft mótvæðis aðgerðir sem að þið getið farið í núna í sumar, í hverju felast þær helst? Bæjarstjórn búin að samþykkja það sem við köllum viðspyrnu við veiru og það við ætlum að bæta talsvert erum tilbúin að fara í yfir 700 milljónir í framkvæmdum, auka flýta framkvæmdum, auka viðhaldsframkvæmdir, færandi framkvæmdir sem áttu að vera á næsta og þarnæsta ári á 3 ára áætluninni og viljum hafa bara þessi verkefni tilbúin til þess að bregðast við auknu atvinnuleysi sem virðist alls staðar vera að koma. En við erum með mjög blandað hérna, við höfum verið með sterka ferðaþjónustu sem hefur verið að byggjast upp en líka mjög sterkan sjávarútveg. Þannig við erum ekki að taka einstórt högg ennþá eins og aðrir en við búumst alveg við því að þetta verði mjög erfitt en sveitarfélagið stendur vel og við erum þá tilbúin í að stíga inn með aukin verkefni. En hvað sýnist þið með útsvarstekjurnar sem helsti tekjustofni sveitarfélaga, koma það ekki til með að lækka verulega á næstu 2, 3, 4 mánuðum?
Ég hugsa það að það verður bara eins og allstaðar að útsvarið verður talsvert minna en hjá okkur þá höfum við búið við ferðaþjónustu sem svolítið svona hálsás atvinnugrein en það mun kikka vel inn í sumar að við finnum munin á því ef að við náum því ekki á skrið. Það eru mjög mörg öflug fyrirtæki sem eru í miklum vandræðum eins og annars staðar. Já, Íslendingar, þeir eru hvattir til þess að ferðast innanlands í sumar og þú sem bæjarstjóri, þú vilti fá sem flesta til ykkar. Að sjálfsögðu, þetta er eini sénsinn fyrir ykkur Íslendingar að fara til útlanda, það er að koma til okkar. Við erum bara eyjan hérna suður í hafi og það er annarkvort bátur eða flugvél, þannig þetta er næst því sem Íslendingar komast til að fara út í sumar. Það er að koma heimsækja okkur hérna. En hvað með sjálfan bæjarstjórin í Eyjum, ætlar að ferðast innanlands eða ætlar að vera í útlandum? Ég ætla að ferðast innanlands. Ég bara held að það verður bara gaman að fara að hugsa aftur til þess að fara ekki svona að keyra hringinn og svoleiðis. Ég held að við Íslendingar hefum bara gaman að því að fara aftur í gegnum það, en auðvitað vonustu til þess bara allra hluta vegna að flugsamgöngur og annað við útlönd komist í samt lag bara eins fljótt og verða má, en auðvitað eru mörgar blikur á lofti þar. Íris, mér sýnist þú ekki vera á skrifstofunni þinni, þú ert líklega heima hjá þér. Já, við erum með skiptingu og þetta er heimavikan mín. Við erum ennþá með vinnustæðin skiptan en ætlum að taka alla inn í næstu viku niður á skrifstofu. Þannig að við höfum skipt alveg skrifstofun. Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri í Vestmanneyjum. Þakka þér fyrir spjallið og gangi ykkur vel. Takk fyrir og hlakka til að sjá þig í Eyjum.